Less conversation and more action. Hey. Heyrist ekki mér? Jú, heyrist það þetta bara svo hátt í þessu. Það var bara gæðið hátt í soundboard. Sorry ef við sprengtum your fucking eardrums. Heyrðu, þetta er a CrossFit special. Cross-training games. Cross-training. Ég var að gera CrossFit þetta aðan. Cross-training. Fyrir 20 mínútum. Cross-training. Cross-training er svona everything training. Everything training. Það er skemmtilegast af öllu. Everything training. Ok. Finnst mér persónulega, my personal opinion. Fyrir utan training to fight a mountain training. Training to fight a mountain training. Það er alveg training. Það er pick up heavy stone. Svoleiðis. Samt, Það er ekki fight style eða? Hvað svipur þetta? Gums í Já, What? það voru gums. Það er gums. Það er botfall í þessu. Það er ekki næst. Allavega, þetta er CrossFit special af því að CrossFit Games er í gangi. Vá, heyri ég skringi gleymir. Ég er með hellu eða eitthvað. Ég heyri bara mjög vel í þér. Já, ég er með hellu eða eitthvað. Ég skritur næm, sorry. Þetta er leiðilega suð alltaf að opna munnina en það er ekki nýtt. Það er bara nýtt eða? Triggered. Hvað er fjórir eventabúnir að CrossFit Games og þess vegna ætlum við að taka smá svona CrossFit Games special. Það sem við ætlum að gera, við ætlum að taka smá viðtal við hann Björgun Karl Gudmundsson. En áður en við gera það langar mig að tala um eitt sem ég hef farið smá í taugarnar mér þegar ég horf á CrossFit Games. Mér finnst vera ekki mikill bias á athlítana sem eru sponsaðir af því sem eru sponsað af Noble. Já, þú veist, Noble og Rogue. Við sögum það óvart. Nei, þetta heitir Noble CrossFit Games, ekki? En við séum bara literally við óvart núna vorum að sponsa það. Oh my god. Allir í Íslandi að kaupa Noble akkur núna. Oh my god. Bara því ég sagði það. Nei, en ég var að horfa einhver ívent hana og þetta var svo fucking tregt. Þú veist, Bjöggi var bara ekki að koma í mark og þá var bara verið að sína eitthvað annan að klára annað ívent fyrir en daginn eða eitthvað svona. Það var bara einhver að senda í sjónum og bara Gudmundsson is in mark. Og maður er bara what the fuck? Hann var bara show me the guy. Já, hann er fucking 5. sæti eða eitthvað. Skilur, hann er bara einhver geðvægt háu sæti, skilur. Þeir eru bara, þetta er svo fucking fyrir. Þetta er svo bandarist. Ég upplöðu þetta. Ég upplöðu að þetta er bara svona bias á stjörnuna, skilur. Þú veist, þú vilt líka, ef þú ert sem fyrirtæki, ef þú ert Rogue eða Noble, þá hugsa ég svona, þú ert að fjárfesta í einhverjum athlete og CrossFit Games er síðan sponsuð af þessum fyrirtækjum að þá er svo mikill bias finnst mér og CrossFit Games er bara svona að highlighta þessa athlete sem eru sponsaðir af fyrirtækjunum, skilur mig. Þeir eru að borga fyrir screen time. Svona örgulega óbeint, þeir eru bara við viljum screen time. Já, mér finnst það að vera smá svoleiðis feeling. We're paying the big bucks. Og meina að make all sense. Það make a full og fyrirtæki sem eru að sponsa Games vilja væntanlega að þú veist þau fá meira screen time þannig þau fá fleiri fans. En ég er samt ekki alltaf vissum að þú veist, General Brandon sem að var hún var eiginlega bara til sýnist hana á heat nummer 1 í event nummer 2 og hún er Nike athlete. En hún alltaf var under special conditions. Er hún ekki með einhvað COVID-dæmi með hana? Hún var allavega hún vann heatið sko. Hún er hérna samt fær spes meðferð. Hún þarf að vera frá öllum hinnum sér braut, má ekki fara með öllum eftir á. Já, hún þarf að vera hérna til hliðar. Hún er eitthvað svona hálfgerðu quarantine-dæmi sko og fær samt að keppa. Ok. Hún var allavega sko mjög mikið til sko, hún var út í enda sko. Það var eitthvað þannig dæmi. Hún já. Ok. Já, þess að sett fyrir það sem veit ekki, þá voru tveir af hennar hérna æfingafélögum Carrie Pierce, það ekki, og hvað heitir hinn? Courtney, eitthvað svona? Kourtney Kardashian. Eitthvað svona. Tvær mjög sko sjúklega sérstranglegar, gæla sem var lendi í 3. sæti. Já. Hérna var lendi í 3. sæti í fyrra, Carrie Pierce, og hinn gæla líka sjúklega öflug, bæði búin að þú veist æfa fucking mikið. Það er að æfa saman í Las Vegas hjá hérna Underdog Athletics eða eitthvað svona, hvað heitir hann? Mannaði ekki alveg. Gekkaði gæi, fucking nettur. Gæi sem þjálfaði mjög mikið hérna Grid League, kannstu það? Nei. Það er hann að CrossFit liðakeppnin í þeir eru ekki svona deildarkeppni meira. Og það er bara svona 20 CrossFitar í liði og þeir gera þetta sjúklega specialized. Þú veist, þú ert með í, þú veist, það er kannski einhver event sem er bara burpee backflip beint í triple touch á stöng og þú veist, ógeðslega þungar lyftur. Jú, ég var alltaf að sé svona reels á Instagram. Já, þetta er ógeðslega mikið reels á Instagram og hann var í þessu hann hérna Russin, hvað heitir hann hérna weightlifter? Klokov. Klokov var í þessu skilur og eitthvað svona, já. Og þetta er á fullu í Florida.
Þetta fucking nett sko. En þetta er allt öðruvísi en svona venjulegt crossfit. Þetta svona sjúklega specialized. Anyways, það eru 2 þarna af þú veist bara top athlete sem greinast með COVID. Bara kortir í games, bara daginn fyrir games. Sem fucking svo fucking leiðilegt örgulega. Þú veist, þú ert búin að æfa. Það sem leiðilegt með crossfit að þú veist, þetta er kannski ekki beint ólympíuleikarnir, skilur það bara 4 ára fresti, en þú veist, það er bara 1 mót á ári sem er aðal mótið. Það er svo erfitt fyrir athletes, þú verður að vera fucking on it þarna í 4-5 daga á ári. Þú veist, það er svo fucking sakkað sko. Sérstaklega þessar einstaklingar eru búin að ná að forðast að fá COVID núna í 1,5 ár fyrir games. Svo alveg fucking líklegt að fá þetta kring games, það er mikið ekki að ferðast, það er mikið fólk að koma og það er líka, vera að ferðast. Það er alveg classic, en þú veist, þá hugsa maður, er maður ekki að passa sig, skilur? Ángríns. Maður væri smá frík út. 2 masks. Double masked, sko. Double masked up, sko. Það gríma hérna og hérna og hérna. Það gríma svona yfir allt andliti. Maður væri bara svona hazmat suit. Semi, sko. Það ekki? Jú, feitt, sko. Svona bubble boy style. Ég held að fólk sé bara svona aðeins til þar á því það er ekki búið að smita svona langa tíma og heldur og fattar ekki að vera super conscious. En ég veit ekki, ég væri til í betur útskýringar af hverju svona margir smitust. Líka hann var að smitast hérna, Dan Bailey smitaðist. Alvörni? Það ekki að keppa á liða í Masters eða eitthvað, manna ekki. Herru, veistu hvað, conspiracy theory, þetta er náttúrulega American athletes. Þú veist, Carrie Pierce, fyrsta konan síðan 2014 til að komast á pall fyrir Bandaríkin í CrossFit. Og kannski það ekki með COVID, kannski testaði positive fyrir það getur vel verið fyrir substance enhancing drugs. Þetta er 100% conspiracy theory sem ég er að segja núna. Ég er bara að bulla sko, en ég er bara að segja, þú veist, maybe, þetta er náttúrulega shining stars í CrossFit community. Þetta væri mjög gott fyrir CrossFit að ekki láta þau, eða ekki spilla orðspor CrossFit með því að segja þessu störum. Getur verið. Eða, það er líka mjög líklegt að þau eru bara með COVID-19. Eða er það samt líklegt? Er þetta ekki að passa sig? Er ekki fólk að spritta hendunar? Ég spáði nefnilega frekar mikið í, þú veist, að því CrossFit ég held að það sé ekki undir einhver svona, það er ekki sér stofnun sem sér liðaprófin þeirra, þú veist, þeir eru bara að gera sjálf, skilur mig? Nei, þeir eru með það er eitthvað fyrirtæki, eða það er stofnun sem gera fyrir þau. Þeir eru ekki með eitthvað svona... Er þetta eins og Vata? Er þetta bara þannig að, þú veist, bara alveg saman gerist, þá er alltaf tilkynnt? Þetta er ekki þannig að CrossFit ræði hvað gerir niðurstöðunar? Góð spurning. UFC er nefnilega með þannig. Ekki hugmynd, sko. Ekki hugmynd. Bara maður spyrja Bjögga bara. Það eins og það er Bjöggi í 3. sæti núna. Í alvöru? Og ég vissi ekki. Ég er 99 þetta er ekki rétt skoðið mér að ég bara leaderboard CrossFit Games 2001. Jú, örgulega. Spyrjum hann líka bara. Já, og hérna, hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel. Það eru 4 viðburðir búnir. Fyrsti viðburðurinn var, þá ertu svona kajak. Það kom svolítið óvart. Byrjar á því að synda mílu. 1,6 km. 1,6 km er beint í 3 mílur á kajak. Það var smá svona plot twist. Það var svona 2 mínútum fyrir að vexti vita að þetta væri kajak. Það er ekki svona classic svona paddle. Ok, er það? Ég held það, já. Það veist kajak sko, þú þurftir að döppa þér út á honum þegar þú varst að fara og ógust að fyndi. Já, það fyndi. Hann lendi í 7. sæti því. Já, crazy. Og svo kom event sem var hérna á eftir því. Það var hérna aftur fokkin mikið tók. Þú veist, þú var synda fokkin mikið, nota latsana og bara bakið og tók fokkin mikið og líka paddleboardið, skilur. Nei, kajakin minna ég. Þú veist að tóa sleða, einhverja 50 metra, beint í að flippa The Pig 5 sinnum. The Pig er eitthvað kringum 490 pund. Shit, rúmlega 200 kíló ekki? Rúmlega 200 kíló. Þetta er basically eins og ískápur. Það liggur ískápur flatur og sem er 200 og hvað? Bara fullur af mat. 220 kíló, fullur af mat. 222 kíló. Og þú ert að flippa honum yfir 5 sinnum. Svo fórst að gera sko. Eða 200 kíló svín. Já. Þú er svo flippa því. Inn í ískáp. Já. Sem í sko. En hérna, og síðan yfir í þú veist eitthvað svona 10 muscle ups á ringjum, beint í 10 muscle ups á stöng, nei 15 eða eitthvað. Þetta er bara svona 40-50 muscle ups allt í allt og svo tilbaka. Ég var að spyrja Bjögga af hverju The Pig heitir ekki Pig in a Fridge. Eða bara The Fridge. The Fridge var líka mjög gott. Eða bara The Heavy Box. The Heavy Square. Jú, Heavy Rectangle. Heavy Rectangle. Rectangle. Það er þegar að það er svona þegar línunar ekki allar jafnar heldur eftir með Damn, you're pretty good at this English thing. It's a rectangle. En svo kom ég En getur þú farið yfir hvernig gengur stelpurum okkar?
Við þurfum svo einhvern veginn að ná að ringja í einhverja af stelpunum líka. Hvernig hérna einhver Sko þær eru 2 að keppa, nei 3 fyrir ekki. Það Annie, Þuri og Katrín Tanja. Þær eru allar 3 að keppa fyrir Íslands hönd. Okkur konar Annie, nei ekki Annie, hérna Katrín Tanja er í motherfucking 7. seti. 7. seti, boss. Svo ylluð. Annie er í 12. Nice. Og Þuri er í 19. Það er Við finnst svo crazy. Annie áttum badd fyrir árið. Og Þuri er í 19. Hún ætti að badd fyrir minn ári, ég sverða. Hvernig er það hægt? Þú veist að ég Veistu hvað það er fucking crazy eignast badd? Konur eiga að koma út sterkari eftir að fæða badd. Það var eitthvað, þetta er eitthvað myth í Kína sem sagt að hérna í the weightlifting community. Það er bara að dropa myth úr Kína. Myth úr Kína, weightlifting community. Hérna, konur sem að eiga svona second svona edge eða svona spurt í hérna their weightlifting career eftir að eignast barn. Kannski er það eitthvað svona andlegt eða mig? Gæti verið andlegt eða, I don't know, já, gæti verið andlegt eða líkamlega var bara gangi gegnum eitthvað crazy shit og það var allt fucking basic eftir að þú átt fucking barn sko. Það verður allt basic eftir að barn held ég. Félagi minn var að félagi okkar og hann var að eignast barn daginn og ég var að spila út í það og hann var í andlegu áfalli, eða hann var bara í sjokk yfir. Hvað er erfitt? Bara crazy style, hvað er klikkað? Ég held ekki ekkert undirbúið fyrir að vera með magneinum og séð hann að popfótinu barn. Það er fucking nature sko. Það er nature. Hvernig Við erum búin að fjarlæga okkur svo mikið frá náttúrunni. Já, sammála. Það kannski ætti að vera meiri hefð fyrir því að vera vitni að hérna fæðingu og dauða. Já. Mér finnst að allir eigi að þurfa að drepa lamb eða allir borða lamb í kjött. CrossFit Games Special allavega og ég veit 3 og síðan í næsta event eftir því þá var bara full send 400 Nei, 550 metra. Bíðaðans, blöndum þessu saman. Quick blend of the things. Event 2, The Pig, literally þurfa að drepa svín og svo flippa því yfir völlin. Oh my god. Það er enda svolítið savage. Í lokin kill it with your bare hands. Í lokin, þannig að þú þarft að ströggla við að flippa the pig sem er lifandi. Á lífi? Bensi. Ok, grípan og hlaupa með hann. Og við sleppum ég að drepa hann. Þú heldur að svín að hlaupa. Sleppum ég að drepa hann, ég veit, en þú ert að láta hann tap out in the end. Þannig að really naked show. Þú ert aftur going crazy day mælirinn er. Þú ert ekki að drepa, hann bara tappar rót. Ok. Crazy mælirinn er hana. Ég held litlu að svín geti drepið frekar marga. Já, drepa ekki svín frekar marga? Nei. Við erum ok, CrossFit Special. Og fucking hérna næsti event var 550, hvað segir, 550? Já, held að 550 metra sprettur. Þetta CrossFit Special er killing my creativity. Já, fyrir ekki, þú mátt alveg. Ég er að fókast. Just be sorry. Go nuts eitthvað annað sko. Hérna og það var mjög skemmtilega að horfa á það, en það sem það fór í töðunar mér sem var, þú veist, kommentatorinn töluðu þetta, það skiptir svo miklu máli hvað hítið þú ert í. Já. Þú veist, hvernig gaurarnir í klingu er að hlaupa, gerðarnir í klingu er að hlaupa. Þú fýtar svo mikið á einhverjum sem hlaupi ofta. Þú veist, þú ert hliðin á þér, skilur. Fattar þið mig? Það er mjög sett, sko. Það er svo erfitt. Eins og Bjöggi, hann vann sitt hít, crazy style, hann átti smá inni og spretti svo í lokin og tók fram úr og var fyrstur í sínu híti. Og það er svo greinilegt að hann var með, fannst mér, hann var með að við, þú veist, hítið sitt. Því ok, nú gef ég fram í og tek fram úr öllum og við fyrstur. En hann var bara, þú veist, í 8. sæti eða eitthvað. Sem er samt hellað, en samt, skilur. Þú er mjög ósvarlátt berður saman með hítið. En hann sem a veteran in the sport, við þurfum að spyrja út í hvort hann hafi peisað sér vitlaust. Því að ég meina, Matt Fraser var að hendi bara, ef hann var ekki viss ef hann bara rústaði vendunni þá. Hann er ekki leaving it to chance, sko. Nei, mitt. En ég held að þú gerir svona ósvarlátt. Segðu þetta við hann. Sko, Matt Fraser, hann myndi ekki leave it to chance. Veistu hvað? Ég ætla 100% að segja þetta við hann. You're right. Og næsti event var ógeðslegur. Literally ógeðstrykkur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 af fucking þungum thrusters. Manstu hversu þungir? Og ég held 80 kíló, 83 eða eitthvað. 83 kíló? Mér finnst það lúkka eitthvað þannig, mér finnst það fucking þungt. Damn, það er bara eins og fiskabúr. Og það hét the fish spoor. You have to thrust the fish spoor 10 times, nei, en séðan 10 veggjaklur.
Wallwalks Ég vil fá CrossFit meira yfir í sko hérna, þú veist, að því þú setur functional fitness. Ég aldrei að fá perfect barbell út í nature og lyfta því. Ég vil fá meira, þú veist. Ég mun frekar lendi í því að ég þarf að hjálpa frænku minni að lyfta fiskabúrunina, skilur. Þetta ekki nature fitness, sko. Þetta functional fitness. Já, ég væri til í meira heavy logs. Já, eða bara eitthvað svona, þú veist, það er fullt af fiskabúrum allt í einu mætti gymmið. Ég að reyna að finna þetta sko. Þeir náttúrulega hentu eins og ný svona hjólbörur og sandpokar. Það var ekkert eða skrítið. Gerðu þið það? Sko Games, já, ég var ekki að Já, það var rétt til mér 185 pounds for the dudes 135 pounds for the ladies. Hvað er? 185 80 kíló eða eitthvað. LPS 85 2KG, já 84 og stelpunar voru með, hvað sagði ég? Ég ekki. Ég sagði 135 Er ekki Sara hérna úti? Ég held að sé í Dubai. Hún er einhver svona recovery protocol Hún er bara stelpunar voru með 61 kíló, oh my god. Svona einhver recovery clinic. Shit, hvað er heavy sko. Prófa að hringja hana Hvernig er recovery clinic? Nei, bara Hvað er þetta? Hvað skal það gera? Það væri þetta mjög cool að fá henni svona Já, bara sjá hvernig svona hennar viewpoint á hvernig viewpoint. Já, það væri nett sko. Það er að segja við getum líka prófa að heyra í hinum þremur ef það er vilja að tala við okkur. Já. Það eru líka að hvíla sig. Gala Bjöggin er að tala við okkur. Nei, gerum það, ég segi tölum við þér. En ég er að segja hvert. Já, hann er að grínast þessi. Hann er dínast. Herru, veistu hvað? Við getum það alveg. Já, hringdu bara í þér Bötti. Hringdu í Kventunni. Ok. Fuck it. Já.is. Það er náttúrulega hægt. Tjáma. Er það enginn? Ég byrja ekki. Awesome sauce. Getur þú screenrecorda? Já, ég held það. Gerða. Ég ætti með að FaceTime. Það er ekki FaceTime, nei. Þá skiptir ekki mál að screenrecorda. Hæ? Ó, er þetta bara call? Já. Það fucking... Jesus. Það fucking... Herru, heyri núna í okkur, Birgi? Já. Þetta kom þetta. Litla veislan. Gaman að heyri þér. Hvað segir kallinn? Já, bara geggjaður en þið. Við erum góðir. Við erum bara spenntir, sko. Angriðs. Já. Þið er þetta að ganga vel hjá kallinum? Núna? Já. Já, ég menna, þetta var bara flottur svona fyrsti dagur, það voru svona event sem að, þú veist, það er svona erfitt að predikta sko, nema kannski hver er að fara að vinna sundi, en fyrir utan það, þá var þetta svona, já, ég veit ekki, svona maður vissi eiginlega enginn hver var að fara að gera vel, skilur, það var bara svolítið unnlust. Var kajak-dæmið ekki kynnt bara eitthvað rétt fyrir, þú veist, eitthvað nokkrum dögum fyrir, að þetta væri eitthvað svona í kajak og þú veist eitthvað svona að, þú veist, kajakast, eða var það tilkynnt? Jú, bara 36 klukkutímum eða eitthvað svoleiðis sko, fyrir kemurna. Náður að æfa það einhvað eða? Nei sko, ég náttúrulega hef alveg mörgu sem hefur á kajak, alveg mjög. Ok, hacks, litla veislan. En hefur þið tekið svona cardio kajak eins og? Nei, svo er það náttúrulega máli, maður hefur náttúrulega tekið kajak og eitthvað svona, ég ætla að fara á kajak og ég ætla að æfa mig okkur mikið á honum. Gerir það ekkert, sko. En ertu núna, því við erum að segja mitt bara svona að djúvel gengur við á kallinum, ertu mikið, þú veist, in the thick of it, núna meðan þú ert úti að keppa á games, þú veist, ertu að leaderboarda svona í gegnum viðbörna, þú veist, ertu mikið að kíkja á leaderboardið og svona, já, ok, ég þarf að hérna stratta þetta betur, reyna að ganga vel hér og þar og svona, eða ertu bara going full crazy í hverju mönnum event? Já, sko, nei, maður ætla að skoða alveg leaderboardið en ég er ekkert að hengja mér neitt á það og ég er ekkert að rýna of mikið í það, sko, því að það er svo ógeðslega mikið eftir og það er svo auðvelt að vera góður á einum degi, skilur, en það er mjög erfitt að vera góður í 4 eða 5 daga. Já, maður gleymi því svolítið, sko, þegar maður er að horfa heima, skilur, bara að þú átt fullt eftir, skilur. Já, og það er einhvern svolítið málið, sko, þú veist, og þess vegna erum við svolítið að reyna, þú veist, eins og núna að fá við pásu í 1 dag og þá skiptir náttúrulega bara svo miklu máli að við reynum að rísa þetta bara, þú veist, reyna að hafa gerdaginn, reyna að láta hann telja sem minnst inn í, sko, líkamann, skilur þú veist, það bara er ekkert nema bara recovery í dag, skilur, ég fer ekkert út eða, þú veist, ég er ekki undir sólinni eða, það er alls konar svona, þetta er svona ógeðslega leiðilegur dagur en samt alveg mjög kærkominn dagur og það skiptir máli hvernig maður vinnur úr
sko þessum degi sérstaklega. Einmitt, talandi svona rest day, þú veist, hvernig ertu að borða bara svona í gegnum games, þú veist, borðar bara alveg svo vanalega, því ég veit að ég hef heyrt að sumir athletes bara borða valla og borða bara ógeðslega illa og svona, þú veist, hvernig ert þú að borða? Já, alltaf, ef þú borðar valla, borðar illa, þú veist, þá á það bara eftir að koma niður að þeirra í stöðni á síðustu dögunum í keppninni, en ég náttúrulega bara, þú veist, við erum náttúrulega bara með plan, bara, þú veist, hvað ég þarf að borða mikið, þú veist, fyrir mig, þú veist, ef ég á að segja tölur, þú veist, þá reyni ég í dag að borða einhverstaðar milli 550 til 600 grömm af kolvetnum, 200 pluss af prótínum og svona 110 pluss af fitu, þú veist, það bara 4500 kaloríur eða eitthvað. Ég man alltaf eftir því, þú eru að setja líka Bjöggi, Rich Froning að fara og fá sér bara eitthvað hambúrgara og shake eftir einhvern keppnisdag, ef þú einhvern veginn verið í því eða þetta alltaf fyrir eitthvað clean? Já, ég veist, ég menna ég kannski ekki beint í hambúrgara og shake, en þú veist, ég með svona meal prep sponsor meðan ég úti og þú veist, þau eru bara búin að vera að láta mig samt hafa bara einhver cinnamon buns og bara einhver svaka cookies og bara alveg einhver svona bombur sko. Man ég ekki rétt, varst þú ekki með svona svo gott? Sorry, ég greið fram í, en var ekki rétt sem hérna að þú varst með svona rice cake, svona heimagerð bara svona rískökur sem voru bara með bara ógeðslega mikið af hunangi og bara svona, þú veist, bara sjúklega kalóri-dense matur. Já, við erum með það einmitt núna líka, við erum búin að gera þetta aftur og ég var eiginlega búin að gleyma þessu sko að vorum með þetta 2019 svo náttúrulega var ekkert í fyrra en við erum aftur með þetta núna og þetta er ekkert eðlilega þykkt sko, en jú, þetta er bara cream cheese og hrísgrjón og hunang og blanda saman með kanil og þetta er bara algjör vitið sko, en þetta virkar sko. Ég verð að fara að fá að smakka þetta, ég reyndi að búa þetta til sko þegar ég sá að ég gera þetta 2019, ég bjóð til svona 2 kíló þessu, ég borðaði eitthvað svona 50 grömm eða það var svo ógeðslegt hjá mér. Já, alveg smá tækni að gera þetta sko ekki of dense, þetta er að matur verður svona of mikill, að þú veist alveg geta borðað þetta svona semi-andis að vera alltaf að fá þér sopa vökva með, þú veist, það er svona svolítið aðeins sko. I like it. Damn. En núna í dag, af því að þetta er hvíldardagurinn, þú veist, þá er ég ekki mikið í rice cakes, af því ég þarf þess ekki sko, rice cakes er meira þægilegt af því að þú veist, okkur við erum bara, við þurfum að drífa okkur upp í rútu og bara, shit, bara leiðunum komið aftur upp á venju og þá þurfum að byrja að hita upp á nýtt og þannig ég þarf að nota rútuferðina til að borða, fattu hvað er talum. Þá kemur að vilja. Ég ætla að skjóta inn einu spurningu á Hanna því að ég hef oft pælt í þessu, ég glemdi að spyrja það seinast þegar við vorum að spjalla þetta, þegar maður er bara svona basic að fara einhverja dálítið erfiða æfingu og ég fæ mér eitthvað pre-workout, ég þarf alltaf að fara á klósti fyrir, það er bara annars líður mér illa á æfingunni. Þegar þú ert að henda í að skipuleggja mat og það eru 4 æfingar einum degi, þetta er stress og allt þannig og maður er bara eitthvað úti á einhverjum kajak og eitthvað, er það eitthvað issue eða? Já, ég meina þú veist, þú reynir að tæma skottið vel fyrir daginn, sko. Það er key. Svo annars, svo er það bara, þú veist, þú pissar ógeðslega mikið. Já, ok. En svo er maður einhvern veginn, jú, svo kannski einu sinni eða eitthvað yfir daginn, skilur þú, þetta er svo óheilbrigt, sko. Þetta er, fattar mig, þú veist, þetta er ekki eins og ég fá mér að borða og svo mesti ég að því að ég var upp í rúmi í 45 mínútur og þá þurfið ég að fara að klósa til, þú veist, það er einhvern veginn allt í gangi, sko. Já, ég skilji, meltingin fer bara á smá pásu eða bara fyrir einhver rugl. Jú. Þetta er eins og félagi... En þetta er ekki að... Hvað sér þau? Ég held að segja, þetta er eins og félagi minn, hann fór í heimsreisu og hann kúkaði ekki í 2 vikur held ég bara út af einhverjum ástæðum. Já, nákvæmlega. Það er náttúrulega líka mann er í svo miklu sjokk. Þannig er náttúrulega miklu sjokk, skilur við erum að keppa, sko. Þannig að... En þú veist, sorry hérna... Ég er ekki með vesen, sko. Ekkert vesen á kallinum, sko. Það er það haks. Man trúi því sko, en þú veist, talaðum bara skilur að maður er að skella þessar klosti og svona, þú veist, eins og ég persónulega og ég veit að við strákundir báða svolítið fyrir að fá okkur koffín fyrir eins og erfiðar æfingar og svona. Ertu á svona dögum, þú veist, eins og games, þetta voru 4 viðburðir, ertu að fá þér bara 200 mg skamt fyrir hvern og einn einasta event, þú veist, bara 1000 mg koffín er því á heilum degi?
Nei, ég ger það ekki nefnilega sko, þú veist, eins og þetta benefitar, jú, ég kannski fæ með kaffibolla morgun áður en fórum að synda á kajakinn, en ég fæ ekkert út úr því að vera að hendi mér pre-workout fyrir 90 mínútna event, sko. Make sense. Nákvæmlega. Það er meira eins og ég horfið á í gær kannski, þannig að síðast í eventin, skilur, fjórði eventin yfir daginn og þú veist, vel heilalög, sko, þá þarfst alveg að fá þér vel að pre-workouti álubir, sko. Make sense. Og við vorum að tala aðeins strákarnir, hérna, þú veist, þetta var í sundviðburunum, bara ég og hérna, Dóra hún eftir búin að taka tentur, við tókum eftir þessu að, sko, myndavélarnar, hvernig skera á, það bara, þú ert að koma í mark, í lokin, og er ekki rétt hjá okkur, ég varst ekki í 7. sæti eða 5. sæti? 7. Var í 7. sæti? Í sundinu. Í hvað er Í sundinu? Já. Einmitt, og þú ert að koma hann í mark, og það er bara skot á bara, hérna, einhverja mannesku að drukna í sundinu, skilur, bara eitthvað sem hann er alveg samum og svo bara eitthvað, and Björgvin Karl Gudmundsson hits the mark, eitthvað, amazing, great og við vorum bara svona spá, þú veist, heldur þú fengir meira screen time, eða myndir kannski fara eins meira í ljós og svona, kannski hugsa eins meira þú veist, að vera kannski eins tannari Já, ég veit það ekki, sko, ég hef reynt, ég hef reynt ímislegt, sko, en ég er svona ekki Nei, ég hef ekki verið að henda mér í sprautuklefann eða neitt svoleið, sko. Þú hendir í svo góðan post nefnilega daginn, hérna, eitthvað, God damn it, I'm white, og bara ekkert annað í captioninu. Já. Nei, ég einmitt, maður jafnast yfir þetta svona aðeins, sko, en að því að núna er ég búinn að vera úti svo stökt, þannig séð með hinn árin, að þá er ég núna alveg ekstra hvítur, þá ég sé, ef ég að segja, þá finnst mér að vera orðin geðist það, sko. Flex. En þú ert líka bara að flexa það, þú ert búin að vera bara niður í kjallara, bara að grænda í allt ár, skiluru. Kemur út vel hvítur, þá veit fólk bara, damn, hann er búin að vera að grænda maðurinn. He's dangerous. Hann er ekkert búin að vera í sólinni að chilla, sko. Það er hart. Nei, þegar við hvítari sem ég með betri er ég. Já, ég ætla að fakta það er fakt. Ángríns. Og hvað hérna, núna meðan þú ert út í byggi, hvað er það svona, þú veist, á milli viðburða, þú ert bara, þú veist, maður svona ímynda sér, þetta svona, þú veist, þetta svona umhverfi sem ég skilur, þú ert bara að klára event 3 og stýttis í event 4, þú veist, hvað ert að bralla milli event og hvað ert að hugsa, þú veist, hvað ert að spá, ertu bara ógeðslega mikið að hugsa eventana og games og eitthvað, ertu bara að hugsa fjölskylduna, eða þú veist, hvað er það sem þú ert að hugsa, skilur? Það er alltaf kannski fer aðeins eftir því hvað við höfum mikinn tíma á milli, en tíminn er yfirleitt nánast enginn, þó svo að þið þurfið heima mikið að kannski bíða og eftir næsta eventi eða svona kannski lítur ofta út að maður sé ég veit ekki, það sé kannski alveg nægur tíma á milli en þú veist, sérstaklega við erum að færast eitthvað svona milli venjúa og milli húsa og í rútu og þú veist, þá er útrúlega lítill tími að þú getur eiginlega ekki svona pælt í því, þú veist bara svona ok, ég var 70, ok, og upp í rútu og þú veist, þá skiptir miklu máli að maður sé bara að næra sig bara nýtt, það er bara það, sko. Okay. Og maður er bara næra sig bara nýtt og hitta þjálfaran, fá hann til að koma inn á uppbytunarsvæðið og þú veist, setja fram bara hvernig uppbytunarplanið er núna, þú veist, hvað er ég búinn að borða actually mikið frá því að þessi event er búinn og þú veist, svo er maður bara einhvern veginn byrja að hita upp fyrir næsta, sko. Eru mikil samskipti á milli ykkar sem er að keppa, er eitthvað trash talk í gangi? Sko, já, það er alveg mikið samskipt á milli, þetta eru svona smá hópar, sko, þú veist, ef ég á að segja svona, með hverjum ég hangi kannski mest með, þá af gaurunum og hangi ég bara mest með Patrik Wellners, hann er fínn félagi, Fikowski er svona búinn að vera svolítið mikið með okkur líka núna og það er allir svona frekar léttir á því, sko, það er ekkert einhver svona óþægileg stemning, sko, og hefur yfirleitt ekkert verið þannig kalla megin, ég held að sé meira ef það er eitthvað, það er stelpum megin. Ég skilji. Þetta er svo fyndið nefnilega áhörðandi-wise eins og talar bara hvernig maður upplifir þetta heima, því maður er bara með skjá og svo er bara, þú veist, bara CrossFit Games og bara 3 hours until the next event, skilur, og maður er bara, maður er bara að bíða og svona, maður sér fyrir sér bara athletin að klára þetta, fara hann á hótelherbyggi, borða og bara svona horfa niður á gólfið og andi í magan á sér og bara svona bíða in the thick of it, ég er á CrossFit Games, skilur, eitthvað svona, en þetta er bara gott að ég hef aldrei spáð í þessu einmitt að bara þú ert bara að ferðast ógeðslega mikið og fara á nýja stað yfir og annan og eitthvað, þannig að það er alveg mikið stressið ekki að vera að gera það líka með öllum þessum eventum. Jú, og þá fer að skipta svo ótrúlega miklu máli með svona þetta practical stuff, skilur, eins og þú veist, hvað er ég með í þessari tösku, þú veist, er ég með réttu næringuna sem ég ætla að taka eftir þennan event og hvað er klukkan núna og þú veist, eins og þú ert að segja
maður einhvern veginn reynir að nýta tíman bara alveg eins vel og maður getur en svo gerist það reyndar yfirleitt og svona þegar það fyrir að líða á keppnina kannski eftir morgundaginn að þá fer kannski mögulega að vera pínu meiri sko tími á milli íventa af því að þeir fara í það sko að kötta niður í kannski 30 og það fer svona verða aðeins svona rólegra í kringum þetta en núna þú veist þá svona keppnin einhvern veginn okkur í byrjuð aldursgrúparnir eru skilur ennþá í gangi nema þeir eru að klárast í dag þannig að þú veist gerdagurinn var svona algjört þú veist ég bara vaknaði og svo var ég bara á fótum bara á milljón bara frá klukkan 6 morgunin til bara já hvað 5:30 eða eitthvað þegar ég kláraði hér sko Hérna, ertu eitthvað að tala við íslensku stelpunar, þú veist, þú ert náttúrulega, þið ekki strákunar alltaf undan þeim og síðan koma þær, ertu eitthvað svona að deila með bara eitthvað, herri, ég fóð, þú veist, passa að fara ekki ofur hætt hérna í þessu, eða þú veist, ertu komið með eitthvað tips eða er þetta eitthvað svona að spjalla á milli með íslensku stelpunar? Já, alveg nákvæmlega, því að þær fara yfirleitt annarkvort á undan okkur eða eftir okkur og þær eru búin að vera eftir okkur núna, þannig að þú veist, eins og ég og Anni erum náttúrulega bara æfingafélagar og erum með sama þjálfara og þá kem ég yfirleitt inn eftir að ég er búinn, fer ég inn á uppfylgningssæði tilbaka og segi henni allt sem ég get, þannig að hún geti mögulega, þú veist, undirbúið sér betur. Gekkja, það er epic. Ertu og hérna, og er þetta bara svoleiðis að þetta er bara Anni sem fær þessu upplýsingar eða eru alla þrjá sem fær þessu upplýsingar? Nei, bara Anni. Alveg keppni. En hérna, ég minnst já, sko þannig virkar þetta bara, þetta er bara svolítið ef þú verður eitthvað að séra, það skiptir ekki máli þú getur mist sæti, sko True, ég peppaði drast, ég peppaði það meira það var þetta spennandi En síðan með 2 pælingar, með kötti bara sem sagt, sem er í gangi núna þú veist að það er skorið út fólk, skilur þú veist, er þetta þá þannig að bara frá með fyrsta viðburði núna, þá er fólk að góða bara miklu harðar heldur en það myndi kannski gera ef það væri ekki svona kött, þú veist, bara, er þetta eitthvað sem þú finnur fyrir eftir að þú fórst að, þú veist lenda í því bara þegar voru kött og er ekki kött og svo leið, skilur Ég svona eiginlega finn kannski ekki beint fyrir því, sko, máli er það þú svona fljóðlega eftir að kennin byrja þá sérðu svona nokkurn veginn á mönnum svona hverjir eru það sem að vita að þeir eigi heima í top 20 og hverjir eru það sem vita að þeir eigi ekkert heima í top 20 þannig að ég svona finna strax á mönnum hverjir það eru sem eru að ætla að gera eitthvað damage, sko þannig að ég finn ekkert eitthvað breytingar eitthvað sérstaklega því að það var að annánsa að það væri kötta En svo er ég líka spá bara, ertu með eitthvað hot take? Þú veist, hvað finnst þér það að sé kötta? Ég meina, sko, mér finnst þetta náttúrulega miklu skárra núna heldur en það var 2019 það var svona svolítið grilla, sko, þetta mér finnst þetta skárra núna en það hefur svona mögulega kannski fyrir einhverja já, láti ekki vita að yrðu kött á games fattur þannig að þeir hefðu þá mögulega þann option að þú veist, ok, ég ætla nú kannski ekki að fara að leggja þetta á mig, þú veist, peningarlega séð að fara allar þessar leið til þess að taka sér einhverski bara þátt í helmingina keppni en þú veist, ég veit ekki, ég er svo fókusaður bara á að komast ekki bara inn í það top 20 heldur bara, þú veist, bara einhvern veginn fara allar leið og þú veist, þetta hefur svo lítið áhrif á mig, mér er alveg sama Akkurat Og það er mitt bara að drefa mig beint eiginlega að bara svona spurningu sem ég langar svolítið svona að fara að enda svolítið á Ert þú að fara að vinna CrossFit Games? Já, ég held að ég sé bara einn af kontenturunum sem eru núna bara að fara að klára þessi keppni Já, ég trú ekki við sem ekki úti með þér, sko Nei, þið verða að koma næsta ári, sko Já, ég er einn hérna, þeir átt ykkur því að ég er einn hérna Við vitum og þetta okkur að halda, sko Galið, sko Það verður alvöru hópverð frá Íslandi Já, við verðum þegar við tökum the repeat allavega, við lofum því Já Við verðum ferðastjórar Við fætt til, já En herri Björki, takk bara kærlega fyrir að koma í Stöðt viðtal til okkar, kunnum ekki eða mikið með það Ekki vandamálum að Og svo bara heyri mér, það er eitthvað, ég reyna að svara Ok, elsku það Gangið vel, King Takk fyrir, heyrjumst Bye Ég er svo gýraða núna Ég fæ alltaf svona Ég fæ svona shit, hann er in the thick of it Hann sagði bara Pat Wellner Já, hann er bara Það er crazy Hann skýr að spilla hann um mig Það er bara Það er crazy Ég elskar líka að hendur í spurninguna með
Alla þrjár var spurninguna alla þrjár Já, það var gott, ég var svona þjóðernisdæmi, góður, sko. Þetta er bara Team Annie, skilur bara Já, menn æfingafélagið þau eru bæði bara hjá hérna, hvað heitir hann? Training Plan, er ekki hann? Nei Óbyrju Training Plan, það er annað Er það Nei, ég veit hvað tala um. Nei, það er Training Plan, sorry Er það ekki Training Plan, Jú, hvað heitir hann? Sköllóttur, Benz, þú ert að vita þetta Ó, ég veit það. Já, þú ert að vita Hann er með rosalega erfitt eftirnafn Það Já, hann er eitthvað svona Hutcherson, Josh Hutcherson Nei, þetta er hérna Hvað er frá Hann er frá Norrlöndunum eitthvað Svíþjóð eitthvað. Bruce Wayne Nei, bara. Hérna, þetta En er... þetta er Training Er Plan þetta ekki... Jú. Eða training plan? The training program. Nei, Þetta er Training Plan Já, ég Nei, veit hann það. bara, hvað hann Program heitir training. Hvað hann heitir sem alltaf með Ég man það ekki núna Þetta getur Konkrétt. poppar í hausuna mér smá. Allavega. Já, Ángríns skal það vera já, ekki ég þurfti að vita þetta. Við þurftum að vita. Þjóðan þurfti að vita. Já, Ok. mista epic Mista epic Já, mér ég En þau eru öll með einhver, þú veist, mennan inset sem kemur og aðeins gefur þeim eitthvað svona, já, ok, ég sá að strákinu var að brensa þessu, eitthvað svona. Já, þú veist, Katrín Tanja með alla í Comtrain að segja henni eftir á. Já, nákvæmlega. En ég væri til að líka við þurfum að ná að heyra í Anni, Katrín eða Þuríði að því að til þess að vita hvort sé kannski meira einhvað drama eða svona í gangi baksins þar. Það væri gaman að sjá, kannski, eða hvort að eins og Böggi sagði að það var allt chilla. Já, heyrið þín Við þurfum að gera Við eins og við heyrðum í Bjögga. Gerum það Já, ég held að við getum ekki gert það núna, sant? Heldur við getum ekki gert það Þetta er mjög góð hugmynd Ég held að Ég væri til að heyri Matt Freyser núna Ég held- Bensi, kannski þú græði það Ég held að við getum gert hvað sem við viljum gera. Ég held við getum gert það Á líka hverju Bensi svona positive? Já. Af hverju ert þú svona jákvæður? Já. Hvað er málið með það? Ég Að ég prófa bara að call Anni prófa það, ég getur ekki að Nei, sko, Sara er að followa ykkur bá, hún er ekki að followa mig Við okkur Er það ekki að fóla því? Oh My God Ég held að það samt var að því að What the hell? Nei, ég ætla ekki þetta, ég ætla að setja þetta hér Ég held að það sé út af því, sko, voru þið að followa hana þegar hún followaði ykkur? Að setja þetta hér, eða? Já, þetta Já, ég var ekki að followa hana, sko Herðu Ég vissi ekki að hún ætlaði að followa ykkur Þó að ég var búin að followa hana Ég var til að taka smá viðtal við hana Barack Obama Við erum liturlega að reyna að taka við Sorry. við aðra Íslendinga Mér finnst frekar basic, já, það er allt annað. Já. Þú hefur talað við kantunni, sko. Ég hef gert það Varstu ekki eins og að reyna- Ég hef einu sinni gert það og ég sýnum hvernig það var Hæ Það var einskiptum talað Þú ekki eins og að reyna við henni einhvern tímann Nei Ég hef einu sinni hitt hana bókstala, ég var starstruck Dóri! Skam! Ég var ekkert að gera það, hvað er það að segja? Hann var ekki að gera nei, hann er að reyna að throw you off. Ángríns, þú getur það ekkert Jú, hann hefur gert það marga oft. Þú hefur reynda gert það margótt Það er smá En ég hef tvísvar eitthvað orðið starstruck efer og það var hitt í Kætinsunni og það Og var Dóri hitt í Dino. Magna Og þau Það var hitt í Magna? Magna á móti Sól Það er Magna það nett Þá var ég svona 8 ára Tónleika hönum en dag Ég var svona 8 ára og hérna Ég hef tvistum líka verið starfstöðug. Ok GTRN og Bríð. Endum það Klárum við þannig CrossFit Special What the fuck, þið tveir, ángríns Hæ? Ekki segja þið tveir Þið- Það ha? var miklu meira bensi Og þú Þetta var líka mig- Þetta Nei. er alltaf þið tveir Hann Ég gerði tek- meira en Ég tek spjall viku 2 eftir þennan þátt Þið eruð í vandu Oh my god Ég gerði Ég er bara... einin sem er að æfa crossfit Takk fyrir specialið